Hæ, við erum úr Njarðvíkurskóla og ég heiti Hafdís Inga. Og ég heiti Elsie. Við fórum og hittum nokkra bæjarbúa og spurðum þá út í lífið og tilveruna. Hafdís fréttakonan og ég sé myndatökuna. Komið með okkur. Hæ, núna er ég komin Hrannar Baldursson sem vinnur sem verkefnastjóri fræðslu. Hvað segir þið það? Ég sé all ljómandi gott, en þú? Bara fínt. Hvað er áhugamálið? Skák. Með skák mjög skemmtileg. Hvað langar þér að breyta í heiminum? Hverju langar þér að breyta í heiminum? Já, mér þætti gott ef allir hefðu áhugamál og störf við hæfi. Allir getur gert eitthvað sem að þeim er skemmtilegt og gagnlegt og hjálpar fólkinu í kringu þau. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera hér á Suðurnesjum? Mér finnst rosalega gaman að heimsækja gosið. Í gær fór ég að gosinu með konunni minni og við fundum svona hraunmóla, spörkuðum reyndar í hraunið og losnaði og settum COVID-grímu á. Hvað gerurðu sem verkefnastjóri fræðslunar í dag? Ég skipulegg námskeið og námsleiðir, ræð leiðbeinendur til starfa og passa að námskeiðin fari vel fram, gæðin séu mikil og og að leiðbeinendur kenni þau á skemmtilegan hátt og áhugaverðan, þannig að nemendurnir fá sem mest út úr því. Takk fyrir. Hæ, hérna er ég komin Þórð Hermannsson sem vinnur sem lyfjafræðingur í lyfju. Góðan daginn Þórður, hvað segirðu? Ég er bara mjög kátur. Hvað gerurðu sem lyfjafræðingur? Ég vinn í apóteki og þangað getur fólk komið og fengið meðölin sín. Hverju langar þér að breyta í heiminum? Ég vil að fólk fari betur með umhverfið og passi upp á náttúruna. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera á Suðurnesjum? Mér finnst gaman að skoða náttúruna og kíkja á eldgosið, akkurat núna allavega. Held að það sé svarið mitt bara, já. Takk fyrir og eigðu góðan dag. Takk sömuleiðis. Hæ, hér er ég komin með hana Tinnu Hallgrímsdóttur sem vinnur sem sérfræðingur á fyrirtækjasviði. Komdu sæl, Tinna. Hæ. Getur þú sagt okkur hvað áhugamálið þetta er? Áhugamáli mín? Mér finnst rosalega gaman að ferðast og sérstaklega ferðast Ísland, landið okkar. Mér finnst gaman að bara hreyfa mig, fara í göngutúra og bara njóta þess að vera með fjölskyldunni og hundinu mínum. Þetta er gott áhugamál. En getur þú sagt okkur eitthvað hvað þú gerir í vinnunni? Já, ég er sem sagt eins og staðan í dag að þá er ég mikið að vinna í átakinu Hefjum störf sem snýst það að fyrirtæki koma til okkar og fá sem sagt skjólstæðinga frá Vinnumálastofnun í vinnu á svokallaðan ráðningarstyrk. Veistu þú eitthvað hvernig við getum bjargað heiminum? Ég veit ekki hvernig við getum bjargað heiminum en ef ég fengi að ráða þá myndi ég vilja eyða hungri þannig að allir gætu fengið að borða og allir fengju eins mikið vatn og þeir vildu. Getur þú sagt okkur líka hvað þér finnst skemmtilegast að gera á Suðurnesjum? Mér finnst rosalega gaman að fara í göngutúra, til dæmis á göngustígunum með fram sjónum. Mér finnst gaman að fara og skoða svona skóga og fara í fjallgöngur eins og upp á Þorbjörn og eitthvað svona. Og fara í sund, til dæmis. Takk fyrir og eigið góðan dag. Takk sem leiðist, stelpur. Hæ, hér er ég komin með hana Helenu Rut Bergþórsdóttur og hún vinnur hér á Dýrabæ. Góðan daginn, hvað segirðu gott? Daginn, ég segi allt gott, en þú? Bara fínt. Getur þú sagt okkur hvað þú gerir mest í vinnunni? Það sem ég gerir mest er að afgreiða kúnnana sem koma inn og hundar eru velkomnir í heimsókn til okkar, þannig að það koma mjög margir hundar inn til þess að skipta beisli, fá nýtt beisli og kaupa nammi og svona. Hvað hlutur selst mest inn í dýrabúðinni? Það er aðalega salgæti og nammi fyrir hunda, til dæmis eins og þetta bein sem er með kjúkling vafinn utanum, rosa vinsælt fyrir það. Er eitthvað fleira sem er svona vinsælt hérna?
Já, rosa margt. Íslenskur fiskur eins og harðfiskur og svona er rosalega vinsæll og roð. Það er líka gott fyrir hundana. Þannig að við erum með helling af því bara á eiginlega öllu þessu nammi hérna. Þannig að alls konar litli bitar til að þjálfa, alls konar nag og síðan bara lúxusnammi þegar þau eru að vera góð. Takk fyrir að koma hingað í viðtal hjá okkur og eigið góðan dag. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Við áttum eiginlega ekkert að gera og við fórum í svona pennaleik. Það er þannig að þú veist, við erum með penna. Við snýjum hann svona og hann lendir á Elsi. Þá hún að mana mig að gera eitthvað. Hún manaði mig að taka mikrofónum minn heima og spurja 2 fólk að taka svona í viðtal og hún myndi taka upp. Og ég gerði það og okkur fannst það bara svona skemmtilegt. Þannig að við fórum að halda áfram og fórum út um allt bæjarfélagið. Fórum svo hingað og sýndum ykkur þetta og það endaði svona vel. Já.